85% í okkar orkubúskapur endurnýjanlega. Hvaða áhrif það hefur á loftslagsstefnuna? Bara engin. Hvernig getur það verið svar? Það hafi engin áhrif. Við séum bara á sama stað aðri, við erum að nota sömu aðferðir og þeir sem eru með 15%. Hver skilur það? Ég held að venjulegir Íslendingar skilji það ekki þegar þeir fara að pæla í því. En þetta er í ógöngum. Leiðin sem ég hef bent á er bara að við hættum. Segjum bara, akkur erum við að vera að gera eitthvað í þessu, bara bíðum þar til aðrir eru bara nálgast okkur í endurnýjanlegri orku. Já, að vera að hætta þessum dýru aðgerðum, sko, sem er ekki að skila neinu. Það er ekki að gera það. Fyrir heiminn, alls ekki. Já, útlendingamálin eru náttúrulega líka mál sem að er erfitt að tala og síðan býta þau í skot, koma þau aftan af fólki, sko. Nú er þetta stóra málið út alla Evrópu. In the full security of consensus. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Þú ert á YouTube, TikTok og Instagram og öllum, Spotify og Apple. Með þessar uppsökur. Já. Það er öllu tjálta hérna, Albert. Já, það er flott. Velkomin inn í framtíðin. Það er flott. Nú ætlum við að spá inn í framtíðin. Meðal annars. Þú ætlar að útskýra fyrir mig hvað er að gerast hérna. Hérna, sko, ég sendi á þig og út af því að það er náttúrulega núna svo fyndið, út af því að vanalega þegar ég hef haft samband við þig, sko, það er náttúrulega svona einn hluti sem við getum einbeitt okkur að. Núna eru svo margar hreyfanlega breytur og það er margir að velta fyrir sér hvort að þriðja heimsstyrjöldin er hafin. Það er svona, spyr ég þig, er hún hafin? Já, ég vel var við áhyggjur hjá fólki, síðast bara í gærið að fyrir þetta og kallaði í mig bílglugga, sko. Hvort að ég heldi að heimsstyrjöld væri í uppsiglingu. Þetta er allof, sko. Og fólki er ofalega í huga þessi svona óróleiki sem er vissulega í veraldinni og ég ger ekki lítið úr því, en svarið er nei, sem betur fer. Ég sá ekki nýlega að Páin talaði heimsstyrjöld í bútum, þú veist, þetta er náttúrulega aldrei til í því, þetta er svona hér og þar, en leggst ekki saman í stórstyrjöld, en það sem er í gangi í heiminu er náttúrulega engar stórstyrjaldir í einu sögulegum samanburði. Og hvorki í landfræðilega eða í mannfalli eða neysli. Það er nýlega, sko, Trump forseti, hann var að þekka Bandaríkjunum fyrir sigurinn í síðari heimsstyrjöld. Það var ekki smekklegt að sleppa því að Rússar, Úkraínumenn og Hvítrússar misstu 27 milljónir manna, sko. Miklu fleiri náttúrulega. Já, þetta lá algjörlega á þeim. En oft talaði líka að Rússar hafi séð, það er ekki rétt, það voru Rússar, Úkraínumenn og Hvítrússar. Og Úkraínumenn og Hvítrússar eru fyrir meira mannfalli heldur en sérstaklega meðal óbreyttra borgara heldur Rússarnir. En þarna voru milljónir aftur milljónir, 55 milljónir manna dóu, fjallu í átökum og dóu á öðrum ástæðum í síðari heimsstyrjöld. En við erum náttúrulega ekki neinum líkingu við neitt af þessu og stefnum ekki í það. Er það ekki hernaðarmannfall? Ég hef lesið einhverstaðar að séu kring 90-97. Nei, þú telur sko að fólk deyr hermenn og svo deyr óbreyttir borgarar í allsins árásum. Fólk deyr úr hungri í síðari heimsstyrjöldinni, sérstaklega í Asíu. Japan er beinni sveltu fólk, sko. Þannig að bara til að undirstrika það, við erum ekki í neinum svona stærðagráðum og heimurinn er, ég veit að fólki hans bregður þegar ég segi þetta, en heimurinn er friðsamari á svona venjulegum mælikvarðum, en það eru vissulega mál í gangi sem geta leitt til þess að núverandi átök stigmagnist. Það verið nýlega áhyggjur af því að átök Indverja og Pakistana gætu stigmagnast. Það til þess kom ekki. Svo er náttúrulega Asía-Kyrrahafssvæðið og samkeppni Bandaríkjanna og Kína sem er harðnandi og þar er Suður-Kínahaf og Tævan, við getum komið á því og eftir. Þarna eru svona ákveðnir suðupunktar vissulega sem gætu lyft af stað verulegum átökum. Ég held sko að nákvæmara er að spyrja ekki heimsstyrjöld að hefja heldur stórveldastríð hugsanlega. Til dæmis við byrjum Úkraínu, það er ekkert sem bendir til þess að Úkraína getur orðið að stórveldastríð. Það er stríð milli NATO og Úkraínu. Er ekkert sem bendir til þess?
Já, Rússar til dæmis, við byrjum bara á þeim, þeir eru engan veginn í stakkbúnir til að takast á við NATO, bara engan veginn. Voru það ekki líklega áður en alls ekki eftir hrakfarirnar og mannfallið og hergagnatjónið í Úkraínustríðinu og annað líka sem Úkraínustríðið sýnir og varpa ljósa og afhjúpar er bara hvað rúsneski herinn almennt illa stattur og var það greinilega áður en þeir lögðu í þessa för inn í Úkraínu. Það er einhvað mikið að stjórnun, þjálfun, æfingum, búnaðurinn svona ekki alveg nógu góður. Þeir hafa aldrei lagt í það sem kallaði samræmdar aðgerðir. Það þegar að flugher, landher, sjóher, ef svo vill, og vinna saman og brjótast í gegn og opna möguleika og svo þá að fylgja því eftir og sko her sem getur þetta ekki, það ekki nútíma her. Það ekkert flóknar en það og þeir bara hafa ekki eins og reynt þetta og miklar efasemdir að þeir geti þetta. Þannig að það sem ég að segja að ég meina þeir munu svo laga þetta og laga eitthvað annað og byrja að smíða skriðdreka aftur og einhvern tímann en þessir veikleika lifa áfram og ég hef oft talað systurnar tvær sko sem Akkillesarhæll Rússa, önnur þeirra heiti spilling og hin náskild, þess vegna systur, það vanhæfni. Spilling og vanhæfni, það mjög nátengt. Það vanhæfni mjög greinlegt einkenni á hernaði Rússa í Úkraínu. Þannig að þarna margt sem bendir til þess sem betur fer að líkurnar á stríði milli NATO og Rússa sem væri þá eini möguleikin á stórvelda stríði í okkar heimsluta. Þær eru ekki mjög miklar og jável litlar. Auðvitað geta menn gert eitthvað heimskulegt og mistök og allt það og gert eitthvað virk sem það ætti alls ekki að gera og sagan hefur dæmið það en þetta mjög ólíklegt. Þetta ekki það sem við fáum að heyra, við fáum alltaf að heyra það að við hefum að fara að undirbúa okkur fyrir stríð. Já, þá erum við að tala eitthvað eftir einhver ár, skilur við. Það tekur náttúrulega tíma að undirbúa sig fyrir stríð, sérstaklega í Evrópu, því Evrópuríkin hafa vanrækt varnarmál í ára raðir, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir mál. Þannig og svo náttúrulega mátti ég gleyma því að þeir sem eru að tala svona eru þetta fólk sem að ber ábyrgð á hlutum, ber ábyrgð á hernum, ber ábyrgð á ríkisvaldinu og hefur þetta skyldu til að segja við þurfum að gera ráð fyrir hinu ólíklega og gera ráð fyrir að það geti gerst hraðar en mun líklega gerast. Þannig að það þarf að svona greina þetta þannig. Síðan þetta ef að Rússar geti ekki tekist á í NATO og í Evrópu þá geta þeir gert eitthvað annað, geta þeir haft hlutast til einhver átök í Miðausturlöndum, nei, en lílega búinir að fara mjög illa út úr þeim heimsluta og við höfum bara sparkað út sko úr Sýrlandi og þeir hafa ekki bara þessi þarf til að berjast í fjarlægum heimslutum, flutningagetu og annað sem það bara vantar. Þannig að líkurnar á stórvelda stríði í okkar heimslutum eins og ég segi, þær ekki mjög miklar. Förum svo til Asíu. Asía-Kyrrahaf sem svæði í heiminum sem hefur tekið við af Evró-Atlantshafssvæðinu sem ég kalla. Það dómineraði 20. öldina og miklu meir en það. Evró-Atlantshafssvæði, það þessi Evrópa, meginlandi og svo Norður-Ameríka. Og núna það Asía-Kyrrahaf. þar sem þungamiðja alþjóðakerfisins liggur. Hún liggur á Asíu-Kyrrahafi. Og þar stóru leikendurnir náttúrulega Kína, en einnig Bandaríkin. Bandaríkin þetta risaveldi í Asíu. Þannig að þetta svona færst til í veröldinni, þungamiðjuna. Hún ekki lengur í Evrópu, hún ekki lengur í Evró-Atlantshaf. Þó Evrópa skipta þetta miklu máli, en þungamiðjan í Asíu-Kyrrahafssvæðinu. Og þar suðurpunktar, Suður-Kínahaf einn, þar sem Kínverjar eru að koma sér svona sífellt betur og betur fyrir, búa til gervi eyjar og slíka hluti til að sölsa undir sig svæði og hann horft til náttúruauðlinda og siglingarleiða og fleira. Og svo hann alveg sérstakt mál sem heitir Tævan. Og Tævan skiptir auðvitað engu máli fyrir Kína,
þetta er bara eyja, lítil eyja og hún er 150 km fjarlægð frá Kína, nálægt, en þetta er ekkert stórveldi, sko. En Tævan er fleitt í holdi kínverska kommunistaflokksins. Það er vandamálið. Akkur er fleitt? Jú, það er saga þarna bakvið. Þeir sigruðu í borgarastríðinu í Kína 1949 var sigurinn unnin, kommunistaflokkurinn, og saminuðu Kína, það er ekki, sögulegt afrek í öllu því samhengi, en Tævanarnir sluppu, komust yfir þá Formosa sund, Tævan hét Formosa, og stofnuðu það ríki. Og það ríki var síðan í skjóli Bandaríkjaflota. Þannig að þetta var mikil auðmýking, heitir það, fyrir Kínverja, Kínverjastjórnum, Kínverjska kommunistaflokkin. Þannig að þetta er ein skýringin á því sem þess kalla fleitni í holdinu, þessi saga, og hún tengist því sem Kínverjar sjá og réttilega, 150 ára saga, kúunar, auðmýkingar, niðurlægingar, allt rétt, sko. En aðalega er það þó það að Tævan, sem er lýðræðisríki, réttaríki, gengur mjög vel, efnahagslega, það er fyrirmynd sem þú vilt ekki hafa, sem kínverski kommunistaflokkurinn vill ekki hafa í nágrenninu, skilur. Það fyrir stjórnvaldi eins og kínverska kommunistaflokkin, það sem er hættulegast er að þessi til alternatív. Valkostur. Það vilja menn ekki og alls ekki í bakgarðinum. Þannig að þarna er hætt á ferð og síðan bara hefur yfirlýsingar kínverskra ráðamanna að segja að þeir ætla að laga þetta, þeir ætla að Tævan muni skila sér aftur til Kína. Það tala líka bara eins og núna í dag að þetta sé hluti, þetta sé bara ekkert eitthvað sjálfstætt ríki. En er ekki líka stór þáttur í þessu stóra örgjörfa versmiðan sem að býr til TSMC? Jú, það sem ég ætla að segja, en málið hins vegar hefur verið leyst þannig lengi og hægt að leysa það áfram þannig, það er bara samkomulega að vera ósammála. Hvað þýðir það? Kínverjar segja, það er breytt Kína, Tævan er hluti af því og það er ekki til að efast það. Og Bandaríkjamenn hafa passað sig á því að tala aldrei sjálfstætt Tævan, tala bara eitt Kína. Þannig að þessi status quo, skilurðu, það er alveg að viðhalda honum og þannig komið vekk fyrir átök út af Tævan. En Kínverjar hegða sér þannig að þeir séu undirbúa árás á Tævan og þar væri þetta mikið í húfi í samkeppni Kína og Bandaríkjanum undirtöku í alþjóðakerfinu og undirtöku í Austur-Asíu og þannig að Bandaríkjamenn segja flestir yrði að svara, yrði að skerast í leikin. Þeir gætu ekki látið Kína taka Tævan og þar með þú búin að orðið fyrir miklu álitsnekki og farin að tapa í þessari samkeppni og í þessu. Þannig að margir sem bent ef þið látið í Úkraínu gossa, sko, þá er það bara signal til Kínverjana að það setja að taka Tævan. Það vil ekki, Vesturlönd mun ekki gera neitt, skilur það. Þannig að þarna er suðupunktur og þarna er náttúrulega mikil stórveldi á hörðinni og mikil vopn og voldu og þannig að þarna er hugsanleg stórvelda stríð í einhverri náinni framtíð en bara að undirstrika það er alls ekki gefin hlutur og það er leið út úr því sem er þessi sem ég nefndi halda sér bara við þessa status quo sem er henda öllum sko síst kínverska kommunistaflokknum og ég segi alltaf sko kínverska kommunistaflokknum hann er náttúrulega, þetta er það að gera greinarmun á kínverska kommunistaflokknum og hagsmunum hans og hvað hendar honum og svo hvað náttúrulega bara kínverjar og land og þjóð þurfa en þarna er suðupunktur vissulega og Asía samkeppni Bandaríkjanna með Kína fer harðnandi. Já, ok, þá veldi ég samt fyrir mér út af því að sko það sem mér hefur fundist aðeins borið á allavega undanfarið hálft ár ef ekki ár er að maður er að taka minna eftir Kína. Kannski er það bara með ráðum gert að það sé bara fínt að vera svolítið úr sviðsljósinu en eins og með núna þá hefur verið þetta svona bundið við það að Rússar Pakistan, Íran, Kína séu einhverju svona óformlegu samfloti gegn vesturvöldunum en núna eins og þegar þetta kemur upp í Pakistan og þetta er eins og bendir á réttilega svona hörmungar fyrir Rússa í Sýrlandi í svona hvað ég að segja, svona proximity eða remote skilningi segi ég að þá er einhvern veginn Kína
verið miklu minna áberandi í öllum umræðum eins og núna bara þegar þetta kemur upp þessi staða Indlands og Pakistan og Trump segir bara beint hérna, herru, ég ætla að stiga henni inn og ég ætla bara að búa til friðarviðræður og ég hugsaði sko strax með mér hvort að Bandaríkjamenn í krafti svona ákveðin svona madman hérna kenningum sé að endurheimta ákveðið vald í alþjóðakerfinu í gegnum Trump og þá að kostnað Kína sem virðist ekki hafa komið neitt að þessu allavega svona í áberandi skilningi. Nei, ég myndi ekki líta svo á að málamiðlun Bandaríkjamanna þarna núna í síðustu viku hafi svona mikil áhrif, það meira að koma í ljós og svona glemma svo Kínur nú aðilar að þessum deilum sko. Þeir eiga land að þessu svæði og að Kasmír og þannig að og þeir eru nánustu bandamenn Pakistana, Kínverjar halda þeim pakistanski herri er kínverskur sko og það voru bandamenn Ameríkana, Pakistana en það er búið þannig að ég myndi ekki líta á þetta þannig en sko þú nefnir sko þessi talað samstarf og samvinnu Kína, Rússland, Íran og þá er það benda á sko að þessir aðilar eiga sér sameiginlegt hvað? Stjórnarfar. Þetta er náttúrulega einræðisríki og lögregluríki autocracies eins og það heitir líka á ensku og þeir hafa náttúrulega sameiginlega hagsmuni og allir þeir sameiginlega koma saman í einu stað og hann heitir Bandaríkin að grafa undan Bandaríkin veikja Bandaríkin, draga úr því sem þessir aðilar og sérstaklega Kínverjar og Rússar hafa litið á sem ofurvald Bandaríkjana og færa mörg rök fyrir því í alþjóðakerfinu. Þannig að þetta sameinar Kína og Rússland og svo Írana er stjórnarfarið og afstand til Bandaríkjana og alþjóðakerfisins. Þeir vilja alþjóðakerfið lúti þeirra kenningum og normum og þannig að þarna er á ferðinni þetta mikið ágreiningsefni og hver var á Rauða torginu núna á sigurdeginum? Forseti Kína. Mjög mikilvægt symbolsk merki, getum við sagt, til Rússa og til heimsins. Og Kínverjar hafa aðstoða Rússa í Úkraínustríðinu, þeir náttúrulega kaupa olíu og gas og svo er stærsti kúnninn, ég held, ásamt Indverjum líklega, og hafa líka látið Rússa hafa allskyns búnað í miklu magni að sagt sem hjálpar til við að búa til hergögn og þar á meðal dróna þannig að þarna er einn þáttur sem að menn hafa áhyggjur af þess samstarf þessara ríkja hafa þessi sameiginlegu einkenni og sameiginlegu hagsmuni og það blandast inn í áhyggjurnar því að Trump-stjórnin sé svona menn veit ekki bara alveg hvert hún er að fara og það er meira segja virtir menn sérfræðingar segja að það er bara að stefna í sko Trump sláist í þennan hóp sko með þessum autokrasís einræðisríkjum sem ég held nú heldur langt gengið en honum er allavega meira sama hvar menn standa í normum og mannréttindum og svo heldur en forverðarnir en heldur snemt samt að spá því að hann sé að skipa sér í sveit með þessu fólki og ég án eftir að sjá hann ætla sér það og enn frekar eftir að sjá það hann kemist upp með það heima í Ameríku. Já, ég hef nú miklar efasemdir það eða þú stjafnvel þó að hann yrði hvað ég var að segja, svona viljugur til þess sko, held ég að það veri erfiðar að fá Bandaríkjamenn í lið með sér í það Já, ég er að segja erfitt að vita Já, ég er að segja það, ég held að það myndi stoppa minnstakosti í síðasta lagi heima í Ameríku ef hann ætlaði að vera að skipa sér í flokk með Kínverjum og Írönum og Rússum og svoleiðis svona tegund af ríkjum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég held það, en þarna eru
Hann ég búin að fara yfir svona helstu möguleik og einhvers konar stórvelda átökum en eins og ég segi, það aðalega þá á Asíu, Kyrrahafssvæðin út á Tævan. Og síðan þetta Miðausturlönd eldfimt svæði en tengjast mér svo ekki ennþá stórvelda átökum með þeim hætti sem til dæmis gerðu í kalda stríðinu, þess að Sovétríkin voru náttúrulega alltaf voru með mikill player, þú veist, áhrif aðili í Miðausturlönd sem Rússar eru ekki. Voru það hluta til út af, þau voru í Sýrlandi og hjálpuðu Assad að drepa fólk þar í stórum stíl, en svo var þeim bara hent út, sko. Þeir eru heimilislausir hann í Miðausturlönd og hafa bara ekki burði til að gera sig gildandi í Miðausturlönd. Ég gleyma því að samkeppni Kína og Bandaríkjanna dóminerandi faktor nú þegar í alþjóðakerfinu og eftir að verða það enn frekar. Af hverju vegna það engin annar. Þetta eru 2 stórveldin í heiminum, í alþjóðakerfinu. Rússland ekki þannig nálægt einu sinni, ekki nálægt. Kína langöflugasti andstæðingur sem Bandaríkin hafa nokkuð tíman hort fram hann. Þau eru verða það í síðan mæli hernaðarlega, þau eru það í tæknilegum efnum, eins og þú nefndir. Þau eru stór aðili í heiminum í viðskiptum og fjármálum, eru að koma ársinni fyrir borð í Asíu, Afríku ætlaði að segja frekar og Suður-Ameríku í krafti fjármuna sem Kína hefur, sem Sovétríkin hefðu aldrei til dæmis og Sovétríkin voru held ég þeirra best glaðaskekk þar á bæ ef við komum 30% af þjóðatekjum skilur veltu Bandaríkjanna manna, sko. Kína með meiri veltu núna heldur en Bandaríkin, meiri þjóðatekjur, ekki á mann auðvitað, en samtals og þeir konir kannski $17,000 á mann, tölur á reiki og ef að sendi líka statistíkina í Kína sem þeir allan að komnir vel á veg og svo markvaldar svona tölur sem bara $15,000 með hvað, 1400 miljón manns. Það svakalegt power. Já, það. Já. Þeir eiga í mörgum alls erfileikum, sko, kemur innan lands. Eins og ég segi alltaf, mest veikleiki í Kína að þetta kommunistaríki og ekki bara kommunistaríki, þetta leninist kommunistaríki og sem rætt við sitt eigi fólk, rætt við almenning og það verið að herða tökin þarna alveg gífurlega í Kína og fylgst með öllum orðið og ég segi leninismi, flokkurinn, það leninismi, flokkurinn með alla anga úti, inn í öllum fyrirtækjum, skólum, öllum stofnunum, lætur ekkert ósnert, allt honum viðkomandi. Þetta leninismi og svo Marx-leninismi. Þannig að þetta í Kína, en það endurspeglar veikleika ótta við almenning, sko. Og svo sérstaklega þegar þú klífur Maslow-píramídan herra og herra, þá einhvern veginn fer að vera meira eftirspurn eftir pólitísku frelsi, samhliða efnahagslegu frelsi. Já, og eitt sem náttúrulega gerist 2019 í Hong Kong rétt fyrir COVID, sko. Akkurát, og eitt sem Kínverjar stjórnvöld, þeim líður aldrei minni og það víst stærsta í pensuminu, sko, í flokkskólanum og það hvernig fór fyrir Sovétríkjunum, kommunistaflokki Sovétríkjana. Við ætlum ekki að láta það gerast í Kína. Þessi Gorbachev kjáni sem eyðilagði þannig allt í Sovétríkjunum og rústaði þar allir. Það ætlum við ekki að gera. Og svo ekki eitt sem kemur í ljós sem nú áhugavert sem í gangi í alþjóðakerfinu, það gervigreindin. Svona stjórnvald, þeir nýta sér gervigreindina til að fylgjast með fólki, ekki svo? Já. Auðveldar svona stjórnvaldi að beita sér, sko, gagnvart almenningi. Ég hef samt rættið við sko, mér finnst frjósemis tölurnar vera áhugaverðast að breyta sem að við erum að takast á við í dag. Hjá Kínverjunum? Já, bæði Kínverjunum, líka í Vesturlöndum, en sko Kínverjar, ef að þeir verða 600 milljónir, á milli 2050 til 2100, sumir tala 2050, það kannski full mikið. Þetta talaði að gæti orðið 700-800 milljónir aldamótin næst. Já, en Peter Sagan sem hefur skrifað hvað mest þetta, hann segir að þetta gæti gerst 2070 og jável örlítið hraðar. Ég ætla ekki að fara fullur það, en óháð því þá þetta áhugaverðast að breyta. Þeir eru á niðurleið í þessu efni, já, vissulega. En veikleikar þeirra eru hins vegar, þetta kommunistaríki. Sem stendur. Já, og hver veikleikin? Veikleikin sá að ákvarðanir miðast við hagsmuni kommunistaflokksins, skilur við, og leninismann.
hvernig ég halda völdum. Það þýðir að efnahagslegar ákvarðanir á endanum taka mið af þessum hagsmunum. Ef það þarf, ef þú þarft að velja hagsmuna flokksins og einhverja annara hagsmuna, þá velur flokkin. Það klikkar ekki, sko. Þetta þetta stórkostlegu veikleiki og svo ákvörðun að takan, hún lítast líka af því að þetta kommunistaríki og eins og ég sagði, leninismi, þannig að þeir eru eitt af því sem að var þeim mikið lyftistöng. Þeir komist inn í alþjóða viðskiptastofnunina af WTO 2001, 2003, já. Og mikil eftirsjá, menn sjá eftir því að hafa leyftin þannig inn, því þeir hafa farið dálítið frjálslega þar með eigur annara, þú veist, patent og einkaleg og hugverk og allt þetta dæmi. Og en eitt af því sem aðildin gefði þeim kleif, þeir voru búnir til að reyna að lappa upp á hlutina heima og koma og hafa allt í gangi og búin að framleiða miklu meira en þeir þurftu. Það var búin að hlaða þarna fjáránlegum lagur að allsins bara dóti, sjónvarp þess vegna og svo komast þeir inn í alþjóða viðskiptastofnunina og þeir gátu losa sig við þetta alls saman. Auðvitað á lágu verði og þannig að leið þeirra til þessara efnahagslegu framfara, hún hefur legið í gegnum svona leiðir en upphaflega, maður var nefnd Deng Xiaoping, hann kveikt á því sko að hann horfði til Japana. Japanir, hvað gerir þeir? Þeir selja Vesturlönd. Við Kínverjar eigum að fara í það sama. Selja Vesturlönd. Það leiðin okkar, þannig að það svo margar þversagnir í þessu, leiðin fyrir kommunistaríkið til að ná góðum lífskjörum og hagvexti, hún liggur í gegnum það að selja Vesturlöndum. Já, en talandi þá, því að núna var náttúrulega ein reisastór breyta sem við þurfum náttúrulega að nefna í þessu samhengi að Trump setti náttúrulega úr gríðarlega tolla á Kína og þeir voru að lækka núna í dag þegar við erum að tala saman hérna mánudaginn 12. maí 115% ekki nema. Þeir fara niður í tollar Bandaríkjamann á Kína fara niður í 30% á meðaltali og Kínverja á Bandaríkin 15%. Ég held ég farið rétt með þessar tölur. En þetta samt hái tollar, sko. Já. En þetta er einn bara myndbirting samkeppninans og myndbirting fleiri hlutu auðvitað, bandarísk innanlandspolitík með fyrirferðað mikil í þessu máli og stefna Trumps og hans sín á veröldina og eins og ábyggilega það talið að hann hafi runnið fyrir hann að þetta væri kannski ekki mjög gáleg stefna, væri kannski að menn væri að skjóta sér í fótinn, það er vel hraðar en þeir áttu von á og svo er náttúrulega bara grundvallar feilar í þessu. Ég finna, hvernig ætlar að beita Vietnam svona refsitolli? Hvað er að Vietnam venjulegt fólk í Vietnam að kaupa Bandaríkjum? Já, nákvæmlega. Var ekki 90% líka á það? Já, hvað er að kaupa? Chevrolet, Cherokee jeppa, hvað er að kaupa, skilur? Eða einhverja rándýran tölvubúnað eða Louis Vuitton. Já, hvað er, skilur? Þannig að það er hugsanafeilar sem við erum bent á hjá Trump en vissulega þetta er bara ein myndbirting samkeppnina milli Kína og við sáum þessa samkeppni hér hjá okkur fyrir örfáum árum, heimsókn varaforseta Bandaríkjanna sem varaði við Huawei fjarskiptafyrirtækinu og áður hafði utanríkisráðherra Bandaríkjanna komið og varaði við Kínverjum á norðurslóðum og núna hefur Trump ásælst Grænland, ekki einu sinni heldur bæði á fyrra kjörtímabili og núna og vísar ekki sjaldnar í Kína heldur en Rússland sko þegar hann að réttlæta hagsmuni Bandaríkjanna sem kalla á það að þau eignist eða nái ítökum á Grænlandi, ítök sem þeir hafa nú þegar. Þannig að Kína samkeppnin milli Bandaríkjanna og Kína, hún mun koma meira og meira til okkar og eins og annara. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, en rétt árun, og það langar líka að ræða loftslagsmáluna, ætla ég að rétt að ljúka þess aðeins með Austurlönd sem við skildum svolítið eftir. Því að það eru líka stórkostlega breytingar sem eiga sér stað bara núna í dag. Nú að PKK leyst upp sem er náttúrulega aðalflokkur Kúrda, hann í Norður-Sýrlandi, það er búið að leysa hann upp og búið að gera einhvers konar
allavega vilirðu einhvers konar samkomulag við Erdogan í Norður Sýrlandi og á landamærum Tyrklands. Við erum náttúrulega með stríð á Gaza og það svona pólitísku afleiðingar. Var einhver sem kallaði þetta hræðilegasta stríð mannkyns sögunar. Og ég hugsaði með mig bara það bara, já, hann svolítið einkennilegt þó svo þetta sé náttúrulega algjör hryllingur í alla staði. En það alltaf margar hreyfanlega breytur í Miðausturlöndum en núna finnst mann eins og sé sérstaklega ef að Pakistan og að það getur breiðst einhvern veginn út ef að Pakistan fyrir stríð við Indland og þá myndi það náttúrulega koma til með að verða einhver svona menningarlegar afleiðingar jafnvel í Evrópu. Með Austurlönd, hvað svona í þessari svona stórvelda pólitík, og kannski aðeins svona snerta þessu, en hvaða áhrif hafa þessi stríð sem í Miðausturlöndum svona í að svo verið síauknum mæli og svona ákveðin átök líka og ákveðin svona eldfimir pockets eins og það talað í svona alþjóðastjórnmálunum. Hvað áhrif hefur þetta á þessu svona stórvelda stemmingu sem við erum að sjá? Já, stórveldi ekki mjög aktív í Miðausturlöndum nema Bandaríkin. Það eins og ég var að nefna á það, Rússar ekki aktífir í Miðausturlöndum og hafa mjög takmarkaða burði til þess. Megin breytingin sem orðið í Miðausturlöndum undanförnu að Ísrael, yfirburðir Ísraels verða alltaf augljósari. Þeir eru búin að veikja andstæðinga sína gífurlega, Hezbollah í Líbanon, þeir eru búin að veikja Hamas, þetta alveg feikilega. Og síðan þarna Íran út á kanti og Íran veikist af því að Hezbollah hafa veikst og Hamas og Ísraelsmenn konur inn í Sýrland og til að tryggja hagsmuni sína segja það. En þeir eru náttúrulega í Jemen líka? Já, en meira svona svara fyrir sig þegar Jemen ætti að gera eitthvað. En það sem ég ætla að segja að Ísraelsmenn hafa náð þessum árangri, en eru samt í miklum vanda. Og hann lítur á því að hver er strategían? Hvernig ætlar að klára þetta? Hvernig ætlar að hafa þetta eftir 1 ár eða 5 ár eða 10 ár? Hvernig ætlar að þessi mál leysast ekki á sjálfu sér? Og þau leysast ekki með því að Ísraelsmenn nýti sér hernaðarlega yfirburði sína með þeim hætti sem þeir eru að gera og sem þeir þurfa ekki að gera. Fólk með svona gífurlega yfirburði eins og þeir hafa þarna á þessu svæði, sérstaklega í sínu nærsvæði, náttúrulega Gaza og gagnvart nágrannaríkjunum. Þá ertu við miklu meira svigrúm að mínu mati og margra annar auðvitað heldur en Ísraelsmenn að láta í veðri vaka þessi þröngri stöðu og verða að klára þetta á Gaza sem fyrst alveg geta nú ekki og þetta og svo bara spurt líka að halda þessari stefnu gangandi án þess að vita hvar þú ætlar að klára málið einhvers stað verður þetta enda að áhyggjurnar í Ísrael og með Ísraels almennings og því hvaða afleiðingar þetta mun hafa fyrir Ísrael sjálft og samfélagið og lýðræðið í Ísrael, þær fara vaxandi og síðan náttúrulega þessar rætur meðal annars að gera lítið öðru en það ákveðna rætur sem eiga sér skýringu inn í ríkisstjórn Ísraels og þeir eru með 17 flokka í pólitík þeir eru með það bara 3% í Ísrael til að komast inn á þing. Það ekki góð regla og það eru svokallaðir, ég segi svokallaðir öfgaflokka, enginn öfgamaður í eigin huga en harðlínumenn allavega eru inn í ríkisstjórn Ísraels og ráða þetta ferðinni þar mjög mikið og það ekki Netanyahu, það eru þessi samstarfsmenn þannig að þarna hann að það verið með svakalega yfirlýsingar notkun kjarnavopna vel á Gaza-svæðinu og eitthvað þannig hann var þetta rekinn. Já, Ísraelsmenn tala aldrei það þeir eigi neinn kjarnavopn og það við allir eiga þau en það hefði mjög takmarkaðan tilgang að vera að sprengja kjarnavopn Gaza inn í Ísrael þannig að það var ekki en ég að segja þetta bara Nei, ég var bara að undirstrika þennan punkt sem var að tala með þessa harðlínumenn en þannig að einkennið Ísrael hefur unnið sigra yfirburðir Ísraels verða alltaf augljósari og veikleikar hinna alltaf augljósari og það nú veikja Íran alveg stórkostlega og en á sama tíma blasa við þessi vandamál Ísraelsmanna sjálfra
þeir hafa enga laust sko og almenningur Ísraels hann sem að skoðana kann óvinsældi Netanyahus verulegar efasemdir almennings miklar og þetta svona sagan endalausa sko þannig að ég hef ekki svarið sko en eiga ekki líka bara hættu svolítið á því og það núna var ég til að lesa í morgun að það eru núna hungursneiðin orðin svo mikil að svona hungurmorða einstaklingar eru að fara að verða í kringum 500.000 núna sem eru á hungurmörkum já. Og ég meina ef að það heldur áfram meina þú veist, þeir eru í einhverju skilningi eru orðnið pariah state gagvart mjög mörgum en aftur á móti eru margir aðrir sem að segja svona já, ég vil að það bíða og sjá svona hvernig þetta fer og Íslandsmenn segir, okkur við að þeirra senda ykkur hjálpagögnin á þetta svæði svo stela Hamasliðar og selja þetta eða nota þetta sjálfur þetta náttúrulega allt líka legitimate spurninga skilur og annað sem stærra samhengi að sko að leysa þetta sem þannig það verður þá að leysa Palestínumáli með einhverju hætti að þá koma svona praktísk vandamáli svo bara við hvernig á að tala Palestínu er búin að vera klopnir í mörg ár herða niður Hamas versus þeir sem eru á Vesturbakkanum og á Vesturbakkanum eru margir aðilar þannig að PLO já og Islamic Jihad og svo framvegis þannig að Ísraelsmenn segja við hverju eigum við að tala og hverju megum við að treysta sko þannig að ég er ekki að gera lítið úr þessu heldur þannig að þetta er alveg svakalega erfið staða og þetta er náttúrulega svo löng saga og saga svo margra hryðjuverka hópa og ríkisvalds og svo framvegis þannig að það getur enginn leyft sér einhver svona slókon í þessu máli eins og margir reyndar freistast til að gera en Ísrael í sterkri stöðu og ég einn af þeim sem lítur svo að þeir sé ekki að nota hana á skynselan máta það já, þeir bara hafa miklu meira þeir eru náttúrulega að nota hana en ekki eins og ekki til þess að reyna að kæla þessi mál og koma einhverju skikk á þau en bara núna sem við erum að tala saman maður á leiðinni til Miðausturlanda hann heitir Donald Trump með fríðu hörðu og hann að fara til Sádi-Arabíu og allar að funda þar og sumir segja reyndar að þetta sé businessferð út einhver hótelbusiness, ég veit alltaf ekki það hann alltaf að þykja einhverja flugvél já, þá hann að þykja flugvél en allavega hann fer þarna og með fríðu förunnitu utanríkisráðherrann með og fleiri og hagsmunir Bandaríkjanna í Miðausturlöndum eru mjög skýrir og hagsmunir bandamanns þeirra Ísraels eru mjög skýrir og samband Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu er mjög gamalt og traust en þannig að það nú svona væntingar núna hvað gerist í þessari heimsókn hans og þegar hann var síðast forseti þá náði hann árangri í Miðausturlöndum og hann gerði það þannig að hann kom á eða greiddi fyrir samningum milli Ísraels annars vegar og Bahrein annars vegar og Persaflóaríkja og það var náttúrulega áður búið að ganga frá Egyptalandi og Ísrael en það var búið að koma þessu mikilvægu ríkjum þannig inn. Þú ert að tala Arab Accords það sem þeir eru saman Abraham Accords þeir eru sameiginlega snerta hnöttin hann og byggðist við hann svo því að það væri hægt að einangra Palestínumenn sko þeir eru ekki vinsælir í Arabaríkjunum Palestínumenn sko það er endalaust áratuga vandamál en og þannig að þetta gengur eftir og þegar Hamas ráðast inn í Ísrael í október 2023 þá voru sátanir komnir á fremsta hlunn með að fara inn í þetta samkomulag og meðal annars var verið að koma í veg fyrir það með árásinni á Ísrael því að koma Ísraelsmönnum í þá stöðu að þurfa að bregðast mjög harkalega við og Arabaríki myndi hrökkva frá sem þau gerðu og svo framvegis þannig að síðan sem hann var forseti þá náði hann þó þessu árangri og núna ég lesum þetta síðustu 1-2 daga sko hverja væntingarna séu það er allt mjög óljóst en Bandaríkin hafði þetta mikla möguleika í Miðausturlöndum mikil völd og það var náinn tengsl þessi ríki og
Þannig að við skulum sjá hvað kemur út úr þessu ákalli. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalir.is. Ljárdalir sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalir.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalir.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalir.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, við sjáum til með það. En hérna, þá það annað, sem eru loftslagsmálin. Það mikið hartansmál hjá mér eins og já, ég veit það. Ég hef náttúrulega, sko, og áður en að þú þurfir að fara að útskýra það í löngu máli, þá ertu ekki sérfræðingur í vísindum það hvað koltvísýringur í loft. Og engin efasemdar maður, alls ekki. Nei, ég trúi alveg því að maðurinn hafi áhrif á loftslagið, að ég engar efasemdur. En mér langar að ýta því til hliðar og einbeit okkur alfarið að möguleikum alþjóðakerfisins til þess að koma svona á fót einhverjum svona praktískum árangri í þessum efnum sem að var lítill til að byrja með ef marka má þín skrif þá var lítill ef einhver undanfarin ár og ég met stöðuna svona að það sá snefill sem þó var fyrir hendi sé núna horfinn og það sé engin möguleiki miðað við þá svona tortryggni sem að einkennir alþjóðakerfið í dag. Já, sko, það sem ég hef verið að skrifa undanfarin ár, ég er 5-6 ár síðan, skrifa fyrstu grein alþjóðakerfið og loftslagsmálin. Alþjóðakerfið bara ekki hannað til að taka á svona vandamál. Það bara, ef við bara byrjum ekstra, það vandamáli alltaf dýrt. Vegna þess að taka á því þá þá náttúrulega ná ykkur samkomulagi um einhverja leiðis og svo þarf ná samkomulagi um að skipta kostnaðinum, byrðunum. Hvernig ætlar alþjóðakerfið fullvalda ríkja að gera það, að leysa það mál. Það bara strandar þarna. Síðan í öðru lagi, þá eru bara ríkin í heiminum á að stefni ólíkar áttir í þessu. Og það sem að þróunaríkin og þessi stóru, náttúrulega Kína, Indland, eru bara að reyna að mæta væntingum sinna þegna betri lífskjör og sko að bæta lífskjör við. Hérna Vesturlanda búið að vita hvernig það var farið að því. Það var farið að því þannig að þú fórst að nota olíu og kol. Nota jarðefnaeldsneyti, það skilvirkasta leiðin til að bæta lífskjör fólks. Það allsins möguleikar og vaxandi möguleikar í endurnýjanlegri orku en það bara kostar rosalega mikla peninga og virkar ekki jafn hratt. Þannig að losunin, eins og það heitir, losun gróðurhúsalofttegunda, hún eykst í veröldinni. Ég er nýbúinn að sjá að Indverjar eru að auka kolanotkun sem að búist við. Þeir eru að gera samninga að kaupa alveg fáránlegt magn af kolum af Rússum til dæmis. Þannig að veröldin ekkert á þessari leið og ef þú skoðar okkur svona nær okkur það er svona vaxandi efasemdir í Evrópuríkjum þessa leiði sem verður að fara og aftur og enn og aftur segja kostnaðurinn sko. Og við erum ekki talað bara kostnaði í álögum og fólk og peningum kostnaði, lífshættir þannig að ég hef tekið undir það að alþjóðakerfið ráði ekki við þetta af þessum ástæðum sem ég nefndi og eina leiðin út úr þessu ef einhver leið, það bara tækni og vísindi og kjarnorka, nú nuclear fusion sem búið að samruna, kjarnasamruni sem náttúrulega allt öðruvísi kjarnorku framleiðsla en ég ekki sérfræðingur þessi en hún miklu örgari og einfaldari en tæknilega mjög flókið, út að reyna að búið til sólina sko en en það búið að vinna í þessu áratugi og alltaf eru að vera að segja, já, þetta alveg fyrir að koma, fyrir að eiga lausn og núna það nýjasta að gervigreindin, hún munir hafa þessu mjög mikið því hún náttúrulega, það er að reikna hluti út og rannsaka og hvað það með miklu meiri hraða en áður og þannig að það ríkir ennþá bjartsýni að það setja sér leysanlegt eftir öðrum leiðum en pólitískum, öðrum orðum, það er leysanlegt með tækni og vísindum. Og þá þetta leið og hefur þá laust, skilur þá skipta náttúrulega pólitískar hindranir engum málið bara leyst, skilur Þannig að ég á einn af þeim sem á þeirri skoðun að þetta sé eina leiðin út úr þessu og þetta ekki hægt að leysa pólitískt, það bara út í loka og alþjóðakerfið eitt og svo bara þannig á samstöðum það í veröldinni milli mörg og ólíku ríkja
ég segi bara það bara að gleyma þessu sko. Og velmeðin hefur náttúrulega verið líka sko ákveðin forsenda fyrir framfaraskrifum á vísindasviðinu. Þannig ef að ég sé þetta alltaf sem smá tókast á sko, ef við förum að draga úr lífskjörum að þá fyrir meiri mannsorka í það að vera að fleita sér áfram og jafnvel þreyja þorrann, og ef að það kannski ábóta vant að þá kannski færri sem að geta verið að einbeita sér að vísindum og þar fram til göttunum. Það sem þú ert að lýsa náttúrulega myndi búa til ný vandamál og átök og ágreining í alþjóðakerfinu ekki og draga enn meira og líkum á því að alþjóðakerfi ráðið mál, þannig að þetta er svona eitthvað elda skotti á sjálfum sér sko. Þannig að því miður, því ég ekki sá sem efast hlýnun jarðar á mannavöldum, en því miður málið bara ekki leysanlegt eftir einhverjum hefðbundnum pólitískum leiðum hvorki innanlands niður í alþjóðapólitíkinni og svo hef ég eins og þú veist og við höfum talað áður, svo erum við sérstök vandamál hér sko, sem mjög þversagnakennt varðandi okkar loftslagsstefnu. Já, eins og hvað? Já, vandamál okkar eitthvað við höfum náð svo miklu árangri í endurnýjanlegri orku og það vandamál, skilur, vegna þess að þá miklu dýrara fyrir okkur að fara að draga enn frekar og losun gróðurhúsalofttegunda. Ég nota líkingum sko að það auðveldast þegar tína sko ber eða ávexti af trjám, það að ná neðstu greinarnar sko, ná í ávextina á neðstu greinarnum. Það það sem flestir að gera, þeir sem annar búin að gera einhvað. Við þurfum að teygja okkur alveg langt upp í tréð til að minnka losun meira. Þannig að eftir svona lengra í endurnýjanlegri orkun og minnka losun, þeim mun dýrara að halda áfram og við erum á þessum stað. Sem þýðir það annarkot sko bara kemur í ljós að aðgerðirnar ekki mögulegar hjá okkur, hvað ætlum að gera, banna komur skemmtilega skipa, hætta að keyra rútur og vöruflutningabíla landið, við gerum ekki þetta þessu. Eða þá kaupa svokallaðar loftslagsheimildir sem ég held að verði ekki mjög vinsælt. Nei, erum við ekki búin að vera alltaf? Jú, en ekki ennþá fyrir marga milljarða ári, skilur við, það endar þar sko. Það verður einhver lýst þessu þannig að það sé eins og þú sért með tvær manneskjur, 180 kíló og 52 kíló og þú segir báðum að missa 5 kíló. Já, og svo verið að kaupa loftslagsheimildir af Slóvenum? Slóvökum. Slóvök, já, ég man aldrei hvort. Það kaupa þessar heimildir af fólki sem kannski á það nú ekkert skilið, sko. Sérstaklega ekki í okkar augum. Þessar reikniformúlur einhvern veginn bara stór undarlegar og svo einhvern veginn, sko, og svo líka út af því að ég ætla líka aðeins að nýta tæknina út af því að núna Bjartmar Oddur þegar Alexandersson búinn að afhjúpa ákveðið svona að svo virðist, ég ætla ekki að segja þessi svindl, en það virðist víða pottu brotin í því hvernig við erum að grípa þessar kolefniseiningar og því sem að var lofað að hafa átt að verða 400.000 tonn af koltvísýring, það var í raun 1000 tonn með einhverjum 21.000 styrktaraðilum sem hafa tekið þátt í þessu verkefni og einn spyr náttúrulega bara eðlilega hvort það sé einfaldlega verið að gera grín að honum sko. Já, það sko, getur þú gert þetta á einhverjum skala, þú veist að farga eða fanga, hvað menn að tala kolefni og hvað kostar, hvað verðið, skilur þú verður að gera þetta með hagkvæmum hægt og á einhverjum skala, einhverjum stærðagráðu sem skiptir máli. Og við erum bara ekki nálægt neina því, ekki nálægt því. Og þetta allt, sko, allt gert með ríkisstyrkjum og opinberum styrkjum og myndi aldrei vera reynt án þeirra. Og það á við ekki bara þessi trikk sem við erum að tala fanga og farga kolefni, grafa á hann í jög og allt þetta sem bara menn bara ekki nálægt því að geta gert á skala og með hagkvæmum hætti. Bara vindorkan, hún kostar alveg fáránlega peninga. Það er svo massífir opinberi styrkir sem hafa gert þannig mögulega. Ekki bara á Vesturlöndum, sko, í Evrópu, í Kína. Þannig að bara enn og aftur því miður, ég er ekki gaman að segja þetta, en þetta er ekki svona auðvelt, sko, eins og margur að láta í veðri vaka. Og ég held bara að þetta mælist ekki hátt í skoðanakönnunum, svona almennt í ríkjum, sko.
fólk með aðra sí minna mæli líka. Já, fólk með aðra áhyggjur skiljanlega og Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Ég sá að Landvernd gerði hérna, eða hvort það hafa verið þau sem gerði skoðanakönnun eða einhver annar, að hérna hvað var svona helsta svona það sem var mest ákallandi vandamál heimsins. Og ég held að hafi bara verið, sko, ég þori ekki fullar að ég man ekki hvað þetta stóð nákvæmlega, ég kannski sitt mynda og síðan hliðin á mér. En þá minnir mig að loftslagsmálin hafi verið í efsta sæti fyrir örfáum árum og eru komin í neðsta sæti. Já, og því að fólk einfaldlega hefur áhyggjur af öðru, sko. Já, áhyggjur af öðru og líka rennur upp fyrir fólki að þetta líklega ekki hægt að eiga við þetta með þessum aðferðum sem þeir að halda að mannskap. Bara eins og ég að segja, það bara gengur ekki. Nei, svo ég hérna ég myndi ekki kalla mig efasemdara mann, en aftur á móti myndi ég samt sem áður benda á það að það hafi verið gefin út ýmis loforð það að X og Öfslón myndi koma til með að gerast innan örfára ára og mannskepnan væri að lifa í einhverjum svona Last of Us heimi þar sem að enginn ætti í sig og á og það væru örfáar hræður eftir sem væri ekki búin að drukkna út af því að jöklarnir væri allir bráðnaðir. Sko, fyrsta lagi náttúrulega þetta ekki að gerast og akkur núna, sko. En því hefur verið lofað. Öðru lagi hérna ein hlið á þessu máli svo hún náttúrulega gagnaðgerðir, skilurðu, draga úr áhrifunum. En aðalega bara að ég búin að tala alþjóðakerfi, ég skrifaði það að eitt af þessum alþjóðakerfi gæti hjálpa til með að gera að finna fjármagn og veita fjármagni í auknum mæli og eins og Bill Gates og Attenborough og fleiri hafa bent á gegnum árin að þar bara Attenborough bjótt og einhverju kollegar hans sem hann ekki fyrir sem að 5, 6, 7, 8 árum svo það þarf að búa til Apollo-plan í loftslagsmálum, öllu heldur orkumálum að leysa þetta orkumálum, það þarf að umbreyta orkubúskap heimsins til að leysa þetta. Og þeir höfðu trú á því, Bill Gates talaði hann höfðu trú á því að leysa þetta með því að setja miklu meiri kraft í þetta og þá þetta að tala fjármagn og þekkingu og ég ekki sérfræðingur í því efni en ég verði auðvitað að binda vonir við það að þetta sé leysanlegt og það er búið að vinna eins og ég sagði lengi reyndar að þessum kjarnasamruna en ef það fyrir að ganga og takast þá auðvitað erum við að nálgast lausnina. Já, en svo aftur á móti, ég meina... Það var konlega, þú veist, í stjörnustríðsmyndirna, þessi orka ekki vandamál. Akkurat. Það var það sem að, sko, út af því að ég fór á erindi sem að Gísli Freyr af þjóðmálum stóð fyrir, þar sem að Eldur Ólafsson bendi á það að það væri svo lítið sérkennilegt hversu litla athygli kolanýting fengi, út af því að hún væri svo stór hluti þess hversu mikil koltvísýringur fer út í loftslagið og hversu mikil nýtingin í raun sem að gæti raun verið skipt út svona tiltölulega auðveldlega í allavega samhengi við þær loftslagsaðgerðir sem hafa verið svona sagt að við myndum koma til með að gera en það líka sko svolítið sérkennilegt við þetta þegar eins og Íslandi eins og umræðan í dag og ástæðan kannski fyrir því að þú farið ekki mikla athygli á þess að þó góðu pislar sem þú skrifar þetta út af því að nálægð Íslendinga felst fyrst og fremst í því að okkur líður aðeins betur í því að vera í fötum sem við keyptum á nytjamarkaði, keyrandi á rafmagnsbíl, ruslatunnunum okkar líta út eins og LGBT-fáni, það eru svo margir litir út af því að við erum búin að flokka þetta niður í minnsta snifsi, samt getum við einhvern veginn ekki, skiljum við aldrei okkur hvernig plasttappi á fernunni getur farið í samhengi við það að vera að setja hann ofan í pappírstunnuna og hvað gerist á að vera tappan, það veit enginn út af því að við erum bara að brenna þetta í Svíþjóð. Oddur Þeyr Alexandersson náttúrulega búin að benda á það að við erum bara að senda einhverjum mafíum allt ruslið okkar, vonandi það verði brent örugglega á réttum stað sko, en það heitir endurvinnsla en endurnýting eða hvað sem þetta
Þannig að ég held að sko ástæðan fyrir því að þú fari ekki athygli á þetta er einfaldlega svo að hún er ekki praktískt vitlaust, heldur við viljum svolítið vera með puttana í því að vera að bjarga loftslaginu í staðinn fyrir að vera mitt kannski að tala meir það að við ættum að auka endurnýjanlega orku eða eitthvað þar fram til göttunum sko. Þannig að það er erfitt að koma upp í 85% að auka hlutfallslega mjög mikið 54 kíló með þessa 5 kíló. En ég held þetta snúist bara það að það er ekki raunuð fyrir fólki hér hvað þetta á eftir að kosta mikið. Þetta kostar nú þegar milljarða sko, einstakling og fyrirtæki á Íslandi og svo bætast við kaupa á loftslagsheimildum sem nú þegar búin að eiga sér stað eins og þú nefndir og ég eftir að koma í auknum mæli. Ég bara Íslendingar nú það yfirleitt gjarnir í pólitík sko, ég nú eftir að sjá fólk horfa á þetta á þess að hreyfa mótmælum og þannig að ég held þetta sigli í strand hjá okkur eins og annars það. Þetta er einfaldlega allt of dýrt. Já, en þá kemur náttúrulega inn í sko að án þess að skila árangri fyrir heiminn. Já. Kemur ekki nálægt því einu sinni. En þetta er ákveðin brú sem hefur ekki verið byggð. Það er að segja að geta verið á þeirra afstöðu að segja, heyrðu, alþjóðakerfið getur ekki greipið þetta, það er bara ekki séns, við þurfum að leita annarra lausna og ég trúi því að loftslagsmál séu vandamál. Og því að strax og út farin, að þetta er sem ég var að nefna í upphafi, strax og út farin að segja annað, þá ertu á hinni skoðunni. Það er að segja, þú bendir á þetta, þá ertu sjálfkrafa orðin afneitunar sinni. Nei, ég er ekki saman á því. Það hefur verið þannig undanfæri. Það er kannski aðeins að breyta. Svo er menni svo hann Lomborg, sko, hann skrifa greina, hann er ofta að reikna út, sko, látum við þetta bara eiga sig. Hvað kostar þetta? Hann er búin að reikna það margóft og hann er með alveg öflugt lið í því að þetta er ekki dýrt, bara láta þetta eiga sig. Kostnaðurinn hann er mælanlegur en hann er ekkit sem slíkar veraldina og það er eitt svona við og ég er ekki alveg undir það. Hann bara sleppaði að pæla þá í loftslagsmálunum. Já, það er að hætta þessum dýru aðgerðum, sko, sem er ekki að skila neinu. Það er ekki að gera það fyrir heiminn, alls ekki. En ef það er ekki að skila neinu, ætti það ekki þá að vera eðlilega afstaða? Nei, þá er næsta spurning, hvernig getur pólitíkin á Íslandi, Ískalandi, þetta er ekki mörg lönd í heiminni sem er að stunda þetta, sko. Ekki svo stóru, ekki Kína, ekki Indland, það erum bara við hérna í Evrópu og Bandaríkjamenn og Kanadamenn og hvernig býr pólitík til svona stefnu? Það er náttúrulega einn spurning, ég hef ekki velt henni fyrir mér en þetta er í ógöngum. Það er ekki flóknar, ekki bara í okkur og leiðin sem ég hef bent á er bara að við hættum. Segjum bara, akkur erum við að vera að gera eitthvað í þessu, bara býðum þar til aðrir fara að nálgast okkur í endurnýjanlegri orku. Þeir sem eru í 15%, ef þið farið upp í 40-50, þá skulum við fara að skoða okkar mál, skilur við. Þannig að þetta er við enginn heyra, sko. Þetta gengur gegn sjálfsímynd og svo framvegis, sko. Þetta endar hana. En heimurinn er að breyta svo rosalega mikið og sko pólitísk eftirspurn er að byrja að breytast gríðarlega mikið. Það er eiginlega þú talar populisma. Já, populisma myndi einhver kalla þetta en ég held að það sé líka ég var nú með Grím Grímsson í síðasta þætti og þar bendi hann að réttilega mínum mati á að þegar hann fór að tala útlendingamál og í Danmörku þá sagði hann, heyrðu, sko ef að við erum kosin af þjóðinni að þá sjálfsögðu ber okkur skylda að hlusta á þjóðina og ef að fólk er á þeirri skoðun að útlendingamál sé kannski farið að verða einhvers konar áhyggjefni að þá ber að hlusta en þetta er svolítið svona eins og með loftslagsmálin það er óþægilegt að snerta á þessu en aftur á móti þá náttúrulega vaksa sko öðrum öflum fiskur hrygg og hvaða land er það sem hefur komist hjá því að vera með svona útlendingaflokk svo ég máli smá einfalda mynda þessu að Danmörk, þeir hafa komist hjá því með því að taka þetta, gamlu flokkarnir taka málið. Já, en í Evrópu hefur þetta ekki einhvern veginn. Nei. Þannig að, já, útlendingamálin eru náttúrulega líka mál sem að er erfitt að tala og síðan býta þau í skott, komaðu aftan af fólki, sko. Nú er þetta stóra málið út alla Evrópu og eru að skipta pólitíkinu upp á nýtt og í Bretlandi ný kosningaúrslit og
Þannig að ég held að loftslagsmálin muni þróast með þessum hætti líka. Það er bara svo skrítið sko, hvað, til dæmis, það engin umræðin á Íslandi. Hvaða áhrif, staðreyndin, 85% í okkar orkubúskapur endurnýjanlega, hvaða áhrif það hefur á loftslagsstefnuna? Bara engin. Hvernig getur það verið svarið? Það hafi engin áhrif. Við séum bara á sama stað aðri, við erum að nota sömu aðferðir og þeir sem eru með 15%. Hver skilur það? Ég held að venjulegir Íslendingar skilji það ekki þegar þið fara að pæli því. Nei, nú langar mér að spyrja þig á svona aðeins heimspekilegri nótum sko, því að þú hefur reynsla starfa náttúrulega í Rússlandi og þú hefur verið svona ferðast heiminn, bæði fyrir opinbera og svo líka örugglega á þínum eigin vegum og kynnst svona í hinu og þessu í gennum tíðina. Ég vinna fyrir alþjóðastofnun í Úkraínu, Úsbekistan og Georgíu. Eins og meðal maðurinn bara. Hérna, það veldi ég fyrir mér sko með umræðu hefðina. Bæði á Íslandi en líka svona í viðra skilningi og kannski á Íslandi alþjóðamál. Hefur þetta breyst? Þetta er kannski aðeins svo víð spurning. Þetta er svona, það sem ég bara velta fyrir mér því að þú veist eins og með útlendingamálin og hérna loftslagsmálin eins og með það að vera kallað rafineitarsanni sko, þegar ég seti upp spurningamerki einhvers konar útlendingamál eða útlendingastefnu sem eins og þú segir sko er langstærsta máli í Evrópu sko, en það vilja vola að fá þess snertið með priki hérna, þá getur bara nýlega að þá einhvern veginn rosalega takmarkandi umræða einhvern veginn. Hefur þetta alltaf verið svona? Já, nú hef ég ekki rannsakað það sko. Og sérfræðingur í öllu? Nei. Þetta fá menn sem betur að sér hafa rannsakað sem ég hef ekki gert. Umræðan á Íslandi og umræðu hefðin. En ég spyr bara svona einfaldra spurninga sko. Af hverju þetta ekki rætt? Og hérna, ég hef nýbúin að líka að skrifa Evrópumálin og kalla eftir meiri umræðu þau en verið hefur og var hérna áður fyrir þegar var reynt að sækja aðild að Evrópusambandinu og vant að mínum að alla umræðu það sem skiptir máli. Þannig að kannski er umræðu hefðin svo að hérna, eins og Halldór Laxness held ég að segja, þegar kemur að aðalatriði mála þá sést í hælan á Íslendingum. Það sé þeirra umræðu hefð, það er að forðast aðalatriði, ég veit ekki, ég hef ekki rannsakað þetta sko. Nei, kannski er þetta bara alltaf verið svona. En hvað hérna, en svo við kannski bara ljúkum að segja þessu, er Evrópa orðin, hvað var það að segja, ómarkverð, irrelevant, er það sagt á ensku, er hún orðin? Nei, ég veit ekki, ég meina Evrópusambandið er 450 milljónum manns en stóru drættirnir í heimsmyndinu hafa þetta breyst mjög mikið og færst frá ég hef kallað og margir Evró-Atlantshafssvæðinu sem var þungamiða alþjóðakerfisins mjög lengi og til Asíu Kyrrahafs hún liggur þar núna og mun gera það í vaxandi mæli og eins og ég sagði samkeppni Bandaríkjanna og Kína verður ráðandi þáttur í alþjóðakerfinu þannig að Evrópa er á í vissum vandræðum sko, efnahagslega og búið að benda á það að hátsettum mönnum þar á bæjum að það þurfi að spýta í lófana varðandi fjárfestingar og nýsköpun en Evrópa er auðvitað líkil aðili í veröldinni áfram og Evrópusambandið en það eru aðrir sem að er líka komnir í aðrir sem að ekki voru til staðar áður sem eru komnir í lykilstöðu og enn og aftur Kína er dæmi, Indland sem er gífurlega mikil, stór og fjölmenn ríki. Já. Ég sagði nú einhvern tímann og ég er enda búin að halda það fram alveg frá svona 2012 að Indland myndi koma til með að verða svona mikilvægasta ríki í heiminum. Þá var það aðalega bundið við þessa bæði frjósemisþróun sem er töluvert skárri þar en líka út af því að þetta er sko, landfræðilega náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir siglingaleiðir og annað en svo er líka bara svo mikil orka þarna sko. En þessi ríki eru líka öflug í öðrum skilningin að vera fjölmenn sko, þau eru náttúrulega öflug þau hafa bara náð mjög langt í tækniþróun á mjög stuttum tíma og nýsköpun og þannig að það skiptir feikilega miklu máli og hefur auðvitað áhrif þó Indverjum og Kínverjum komið sem að fækka, skilurðu, þá verða lífskjör þar miklu betri vegna þess að þeir kunna nýta tækni og
Þannig að það er að líta til fleiri hliða heldur en bara fólksfjölgunar og fæðingatíðni en heimurinn hann hefur breyst stóra breytingin þessi tilfærsla á þungamiðju alþjóðakerfisins til Asíu Kyrrahafs og svo þetta eru sífellt stórar breytingar í gangi í vísindum og tækni sem alltaf að koma okkur meira og meira og aftur óvart, ekki satt? Jú. En þar ég komin út fyrir mitt svið, sko. Já, hér, sko, Albert, eins og ég segi nú við alla, það er enda oftast, sko, þegar ég er með mestu sérfræðingana, þá passa þeir sér rosalega mikið að afmarka sig, en eftir því sem að fólk eru minna sérfræðingar, þá eru það sérfræðingar öllu, sko. Okay. Þannig að við erum hérna sérfræðingar. Nei, ég pæli bara í stórum kerfum og ég aðalega, sko, frjósemis hérna breytingarnar búa til svo mikið af flóknum pólitískum ágreiningsefnum sem að ég held að sé ekkert fyrir séð að það er ekkert auðvelt að gera sér grein fyrir nákvæmlega hvernig muni spilast úr en aftur á móti muna valda það miklum usla að það myndi koma til með að vanda einhverjum vandamálum sama gildi með eins og með útlendingamálin í Evrópu. Ég er orðinn hræddari og hræddari það að það muni verða stórkostlega erfitt og það muni koma til með að móta stjórnmálin töluvert meira heldur en kannski við gerum okkur almennt sér grein fyrir í dag en ég vona að það muni verða einhver farsæleg lausn á þessu ef það er að tala þannig en ég einhvern veginn rosalega skrítin þróun eins og maður er að sjá núna bara á samfélagsmiðlum sko, hvernig ungt fólk sérstaklega byrjaði að tala á allt öðruvísi máta heldur en fólk hefur verið leyft sér að gera á undanförnum árum sko. Þannig að það verður áhugavert að fylgjast með. Það var meiri hörku meinar útlendingamál. Já, og svona skeitingaleysi ákveðinu sko. Já, en svo náttúrulega hvar væri við Íslands samfélag statt eða við varum ekki með þessu útlendinga hérna. Það er nefnilega málið sko. Það er líka svo hliðamálinu, en þetta er svona að hafa system í galskapnum held ég sko, það sem menni að stefna og við höfum greinilega mist stjórn á þessu. Já, en vandinn sko við þetta þegar fólk er að segja hérna einmitt með hvar væri við án útlendingana þá aftur á móti sko er oft bent á það áréttilega að mínum að útlendingar sem breyta er ekki áhugaverð sem ein heild heldur innan við sko eins og núna er langstærsti hópurinn Pólverjar þegar þú spyrir Pólverja þau útlendingamál sem hafa náð hvað mesti athygli að þá eru þeir miklu harðyrtari eða harðyrtri, ég veit ekki hvernig orðara heldur en meðal Íslendingunin sko þannig að það sko útlendingamál sem breyta er ekki áhugaverð út af henni sem heild sko og ekki út af vinnumarkaðsmálum með öðru sko, heldur aðallega út af menningarbreytingum sem að náttúrulega kemur inn á það sem við vorum að ræða henni upphafi sko. Jú, en það sem dregur fólk, það sem veldur breytingunum og tilfærslunum og flutningunum er eftirsókn eftir vinnu, lífskjörum þannig að það er þetta mjög stór mótor í þessu. Já. En afleiðingarnir eru þetta flókningari. Þannig að það er allavega gott að við leistum þetta. Já, ok. Já. Nei, ég er að fara að þjálfa þannig að við erum líka konir litið yfir klukkutíma þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Albert Jónsson, þú ert með árinu að ljúkum þessu, þá vil ég plugga því. Þú ert með Facebook-síðu þar sem að þú birtir atriðum sjálf ég er að horfa á hana. Já, ég er með hóp sko það sem ég sett inn alla greinanda mínar og viðtöl og allt slíkt. 1200 mann sem er að fylgjast með þessu og ég mæli eindregið með því að fólk sem að vill hafa puttan á púlsinum og vita hvað snýr upp og hvað snýr niður að þeir fara inn á þessa síðu út af því að ég fylgist grannt með henni þú birtir allt sem að þú gerir og ferði í og viðtöl og annað greiningar senda mig vinabeiðni og svo komast menn í hópinn já, sendaði vinabeiðni og svo kemst í hópinn ég er líka með vefsíðu á bara gegnum tölvupósta sko já og getur verið á lista hjá mér netfangið getur verið á lista hjá mér já. En það eru bara greinarna, það er ekki viðtöl nú þetta fer náttúrulega hlaðvarpi fer í hópinn að sjálfsögðu ég er líka að gera einhverja klippur ég byrti þær kannski líka ég held að það verði að nóg að taka úr því sem við vorum að ræða en Albert Jónsson takk aðeinslega fyrir að koma þetta er alltaf, mér finnst alltaf gaman að tala við þig sko, ég vil þó að það sé bara að taka þetta í svona víðum skilningi því að maður fær greina góða mynd á stöðunni að mínum allavega að ég ræða við þig Takk fyrir að segja það, mér er mjög gaman að koma Það er ekki bara, þá segir ég bara þangað til næst og takk aðeinslega fyrir að koma Takk fyrir mig